Sæl veriði og verið velkomin í flugsmiðina. Ég var hér. Í dag ætla ég að nýta flugið sem hafa beðið daginn. Og við setjum í textan með vídeónu hver baðum hana. Ég man það ekki akkurat eins og stendur. Það eru fyrirspurnir. Það komnar yfir 30 fyrirspurnir. Síðan við fórum að staða við rásina og það er bara 10 á mánuði. En ég get rétt ímyndað ykkur. En það fer allt á lista. Það fer allt á lista sem beðið og við nýtum það eitthvað tíman. Spurningin er hins vegar hvort ég nýti það núna fyrir vorið eða hvort ég nái því eða hvort að við tökum þetta bara eftir pásunum í sumarið. En flugan sem við erum að nýta í dag heitir langskeggur og við erum að nota 8.0 sem sé Uni 8.0 tvinna svarta. Við erum að nota Arex króka í þetta. Númer 12, F2 560 og þetta er sem sé stendur hérna Traditional Nymph krókarnir frá Arex. Og í búkinu á þessa flugu þá nota ég svart árórugatn einfallega og þessi fluga er ef ég man rétt eftir Örn Hjálmarsson. Og langskeggurinn hefur reynst vel víða Bleikju, Hraunsfirði, greiðarlega vel. Og fleiri stöðum. Ég hef sjálfur reyndar náð meiri árangri með Dagbjörn en eftir Jón Sigurðsson í Hraunsfirði en það er kannski bara því ég þekkti Jón og kann að nota þá flugu. En já, við erum búin að festa svarta þráðið niður. Næst kemur sem sé koparvír sem er Uni. Þetta er medium stærð á koparvír. Festum þetta allt þetta niður áður en að prósessin byrjar og langskeggurinn er ekki neitt sérstaklega flókin fluga en það eru oft bestu flugurnar ekki eitthvað of flóknar. En við mótum búkinn á langskegginn sem sé með árórugatninu og ég kýs að nota ekki rótari hlutan af væsnum þetta skiptið. Komum með árórugatnin cirka hingað kannski einni viðbót svona en við verum að eiga pláss fyrir vangkylkið því að vangkylkið á þessari flugu er aðeins þykkara og svo kemur slíður yfir vangkylkið sem sé svona slíður eða það er hægt að nota body stretch eða hvað en það má nota líka dökkbrúnt floss og ég ætla að nota flossið af því á það til. Og áður við gerum eitthvað meira þá hendum við vírnum á fluguna bara næstum. Það kemur hann hér. Taka dálítið á þessu. Við fáum svona 3 snúninga af vír áður við festum hann þetta niður. Þá lúkkar þetta alveg eins og ég nýti þessa flugu. Annars eins og ég segi, ég nota með fullri virðingu fyrir langskeggnum og Erni og hans flugum, þá nota ég Dagbjörnina meira, einfallega bara af því ég fengi fiskað meira á hana. Hún er svo sem gefið mig líka alveg í fáránlega erfiðum aðstæðum. Ég ætlum ekki að helikopter að víra strax, það er þunnt og grant á honum. En ég nota sem sé, ástæði fyrir því, ég vil bara nota Dagbjörnina mest. Svona, og það er ekki að klippa vír, þetta eru drusluskerinn. Og með svona vír, þið sjáu stubbin af vírnum sem stendur hérna upp úr, akkurat þennan hérna. Í staðinn fyrir að fara að vefja öllu yfir hann svona, þá kýs ég að taka nál hérna og nota augað á nálinni. Eða eitthvað annað verkfæri. Má nota blaðið á skærunum eða líka þess vegna til að svona ýta honum niður í þannig stöðu að hann sær ekki og sker ekki tvinnan. Og næsta sem við gerum það er að festa niður flósið og við erum með flós hérna sem dugar í slíður og ég ætla að hafa tvöfalt, þetta er svona dökkbrúnt flós. Kannski white balance á myndavélinni kannski blekki litin eitthvað en þetta er
dekkar heldur en kannski sýnist. Svo erum við með náttúrulega sameiginlega lýsingu einna líka sem að má vera að hafa einhver áhrif. Við klippum endan á flosinu þannig að hann veri alveg jafn. Komum svo með hann hérna yfir. Svona. Og þetta á að vera bakið, eða já, bak á flugunni. Svo tökum við þennan hérna aftur á bak og festum þetta hérna allt niður að framan. Og byrjum á að súrra þetta þannig fast að þetta verði einhver mynd á þessu svona og komum svo með árarökkarni í restina. Svo náttúrulega þetta að koma einkenni þessara flugu sem svarta langa skeggið á henni, það sem dregur væntanlega nafn sitt af skegginu, það sem hún heitir langskeggur og með tiltölulega löngu svörtu skeggi. Ég vil hafa vængfylgin á þessum flugum sem sé þannig að það sé svona þessi aðeins meira bölki heldur en búkurinn. Ekki að þetta sé eins og einhver veggur heldur það sjáist að þetta sé alveg greinilega þykkara. Svona, þá kemur þetta svona, þá árarökkarnir fast hérna með 2 til 3 alveg þéttingsföstum snúningum. En menn hafa mjög mikla trú á þessari flug og það ekkert óðurlegt. Hún eins og ég segi, með marga fiska á samviskunni, marga bleikjur hreinsfyrirnum og víðar. Ég prófaði þessa flug í Sauðlauksdal til dæmis og þar var hún ekki að gefa, þó ég var með henni sömu stærðum og til dæmis hertísina, sem ekki úsvipuð sko, nema skeggið. En þar var bara orginal dótið eftir að Jón Sigurðsson að virka betur. Og ég sagði það í vídeónu Jón hérna daginn að, ég man ekki hvort ég tekið það fram, ég tekið það fram hérna, að það mætti stundum halda að Jón hafi bara einhvern veginn forrita fiskinn í Sauðlauksdalnum til þess að taka bara hans flugur. Hljómar kannski ekki gáfulega fyrir veiðimann að segja þetta, en það hérna dálítið mín tilfinning. Svartur hani að lokum, hann fer í skeggið. Og skeggið á þessari flugu á að ná alveg aftur í öngulbug, að minnsta kosti og jafnvel aðeins aftur fyrir öngulbuginn. Ég ætla að vona að þetta séu nógu langar fyrir þessum með þetta. Jú, látum þetta duga. Jú, þetta er alveg flott. Snirtum þetta til. Og þegar við setjum skegg á svona flugu þá kýs ég að gera það hérna hérna meginn frá, þá sjáum við betur hvað erum að gera og getum stilt sem sé lengdina betur á þessu. Það afsakað með puttan á mér en þetta ekki hægt að koma þessi við öðruvís en að festa skeggi þetta meginn sjáðu. Þá það bara svona, svo höldum við við þetta, getum zoomað þetta aðeins út fyrir ykkur. Höldum við við sem sé skeggið þannig að sé alveg upp akkurat í þessa stellingu, komum svo með restina af tvinnunum hérna og mótum hausa á þessa glæsilegu flugu. Og þá lúkkar hún einhvern veginn svona. Þetta langskeggur eins og ég hnýt hann. Það má eins og við segjum í bakið á henni alveg sjálfsagt að nota body stretch, það kemur ekkert verr út en svona dökkbrúnt flos kemur líka vel út og takk ég eftir einu með dökkbrúna flosi ef ég bleiti puttan á mér hérna smá setja á flósið hérna og þetta lítur hún á í vatninu þannig að það verður dökkbrúnt. Þannig ég held mér bara við þetta. Klippum þetta í burtu endan og þá flugan bara klár og þá ekkert annað að gera nema að bregða á hana smá lakki og ég að nota Solaris Bond Dry bara. Það hérna Boncure heitir þetta, mjög gott lakk og þetta UV-flakk þannig að það þarf að sappa þetta með ljósinu og það má setja UV-flakk hérna ofan á bakið á henni. Það bara styrkir hana. Það drepur hann ekki en það styrkir hana. Þá já, bara flugan klár og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið.
Sjáumst hress og kátt í næsta vídeo. Þið með endilega setja like á síðuna, fylgja okkur á Facebook og YouTube, gerast áskrifundur á YouTube og segja fólki frá flugusmiðjunni sem þið vitið að gætu haft áhuga á stangveiði og hnýtingu. En þangað til næst þá bara sjáumst hress og kátt í næsta vídeo. Takk fyrir.